Selfoss IBVF, sá leikur var í gær og IBVF vann öruggan sigur 40 mörk þar sem að hornamenn IBVF, við tökum Alessandro Ósk fyrst, að hún var Amelía Ósk, það eru bara Alessandra og Amelía, þetta er erfitt, þetta er mjög erfitt og alla heitaði með einhverju tveimur nöfnum, yfirleitt Ósk eða Dís. Ja, það voru mjög góðar og bara færanýting til fyrirmyndar, því að það hefur kannski eitthvað svona, var allavega í umræðinni í kringum hvernig landsliðið núna í kringum þetta stórmót og hvernig við þyrftum að leggja áherslu á skot og tækni og annað og maður verður þó líka að hrósa þeim sem gera það þá vel, því að þetta var ansi vel gert og sjá þetta alls konar útfærslur. Þetta er virkilega vel gert. Og Alessandra raun og veru sömuleiðis. Já, bara eins og segir, það hefur verið góða skotæfingar greinilega þarna í lok nóvember núna í desember mánuði út í Vestmannaeyjum og þær hafa verið duglegar að mæta í salinn og skjóta því að slúttin voru frábærir, snúningar, vippur, leggjan og nær, bara mikið hrós á þær tvær. Og raun og veru sko að því að Birna Berg og náttúrulega sérstaklega Sandra Ellings eru náttúrulega aðal sprautarnar í þessu liði en Ásdís Halla Hjarðar er önnur sem ég vildi taka út því að hún er með 6 mörk í 7 skotum. Já, líka að því að hún hefur fengið líka mjög mikla athygli sem fyrir frammistöðu sinni varnarlega og er mjög góð þar. Hún er eldsnögg upp völlinn, er að finna sér góð pláss og eitthvað sem að línumæðurinn Einar Ingi bara harðfylgi Einar Ingi. Þetta er bara góð fysik á henni og hún er svona vilji að sækja færin, koma í rikkina, standa af sér. Tímasetningarnar líka eru greinilega gott fyrir Söndru og Birnu að hafa hana í þessu sko. Mér langaði að sýna eitt Selfossmark sem mér varst fallegt. Eva Lind Tyrfingsdóttir, góð sókn. Mía sendir hann þarna og... Já, bara aftur fyrir bak. Já, þetta er... Gott tempo á boltanum. Já, boltinn flýtur þarna niður í horn, maður sér of lítið af því. Talsmaður hornamanna, ég vil fá þetta niður í hornin, sjá það í þessum leik. Geðveikt tempo á sendingunni.